Sælveri og velkomin í Flugvismiðjuna aftur, Ívar hér. Mér langaði aðeins að benda ykkur á sérstaklega ykkur höfða til ykkar sem eru að byrja í flugnýtingum. Það er að segja setupið sem við þurfum að vera með. Svona lágmark setup. Þið þurfum ekki að vera með Rensetti Wise eins og ég er með. Þannig kannski fyrir þá sem eru búin að vera að nýta í kannski 20-30 ár en ég fjárfesti í Wisenum í fyrra. Það sem verður að vera er allavega Wise eða þvinga sem heldur önglinum alveg bara secure. Það verður að vera. Það er fallegilegar heldur en að nýta þvingu og öngulinn að skriða eitthvað til. Það er bara dæmi sem að gengur eiginlega ekki upp. Ég keypti Rensetti eftir langa leit á netinu en ég setti inn spurningu á enska síðu sem ég er á. Hvernig Wise ég ætti að fá mér fyrir $200-300 og það voru annarkvæmt Rensetti eða Regal sem að urðu ofan á og ákvörðunar ástæðan fyrir að kaupa þennan Wise var svo að það var einhver atvinnunýtari frá Bandaríkjunum sem sagði mig það að hann væri búinn að nýta 250.000 flugur á Rensettiin og þá fyrst hefði hann þurft að fara að skipta bara kjamman. Þannig ég sagði með mér, þetta endist sennilega lífstíðina mína, þannig að ég ákvaði að fjárfesta í Rensettiinum, hann er fínn, hann er sem sé, þetta heitir Rensetti Traveler, þetta er mjög meðfærilegt og þægilegt. Þetta tekið til sundur og hann er svona trúrátari eins og við köllum þetta, það er þetta snúanum og fyrir lítið fyrir honum og það er lett að fara með sér eða ætlar að fara eitthvað á sem sé út að fara í veiðihús eða eitthvað slíkt, það er mjög auðvelt að taka með. Næsta sem mér langaði að benda ykkur á sem sé byrjendur, það eru skæri. Það er að eiga allavega tvenn skæri, ein skæri sem eru í efnið, sem eru í þá fjaðrir og hár og slíkt. Og svo önnur svona drösluskæri sem væri þá í að klippa einmitt tinnsel og vír og eitthvað svoleiðis. Vegna þess að tinnseli tekur bitið úr skærunum og vírin þess á heldur. Þar næst eru þessar keflisheldur eins og ég kallaði þetta. Ég veit ekkert hvort það sé íslenska orðið yfir þetta en ég kallaði þetta það. Þetta heitir bobbin á ensku. Þessar eru Stonefo. Ég átti þegar ég var að byrja í þessu miklu ódýrari keflisheldur sem virkuði alveg. Það var bara meiri líkur að þau sliti þráðin á þeim og svo sumum þurfti ég bara einfaldlega að leggja því að þær voru alltaf að rífa á tunnan en þessar eru virðast vera aðeins vandaðri og hegða sér sæmilega þegar kemur að tvinnanum sjálfum. Aftur, skæri, verða að vera góð. Bara annars er þetta ekki skemmtilegt. Ég nota þræðara. Svona lítinn þræðara til þess að þræða þessar keflisheldur. Ef að slitna hjá mér tvinni, þá nota ég þræðara. Ég nenni ekki að vera að setja og síðan að sjúga þetta einhvern veginn í gegn eins og margir kannast við hvernig menn hafa verið að gera. Því næst þá nota ég svona hausnúttæki eða whip finish tool. Það eru til 2 típur af þessu og þetta er það sem ég er með. Það eru til fleiri reyndar, miklu fleiri. Það eru til alls konar típur af þessu og svo eru fullt af góðum knýturum sem bara einfaldlega nota puttana. Ég er bara búin að venja mig á að nota þessa góðu greiðu og nota þetta eiginlega í alla endarhnúta sem ég geri. Að síðustu, það er þá náttúrulega sjálfsögðu, þetta er kannski meira efni heldur en verkfæri en það er lakkið. Það er einhvers konar lakk. Ég nota bara saumnál, ég veit ekki hvort hún sjáist alveglega. Nota bara saumnál í þetta sem ég keypti í Hagkaup, 10 saman í pakka á 200 kall eða eitthvað líka. Það má líka nota tannstöngul í lakkið og ef þið eru að vinna með UV-flím og eitthvað svoleiðis á tannstöngulin er mjög ódýr og gott tæki í einmitt það. Að lokum þá nota ég í svona alls konar verkefni ef það er eitthvað sem ég þarf að laga eða eitthvað svoleiðis. Það er rosalega gott að vera með alveg flugbeittan dúkahníf í þessu. En það verður að fara varlega með dúkahnífinn í þessu einfaldlega út af því að það er auðvelt að hann hrökkvi til og maður geti skorið sig á honum. En ef ég er að nýta laxaflugur sem eru með hárvæng til dæmis og þá er ég að nota oft til þess að skera ofan á þeim og ég sýni ykkur það í vídeo setna mér, þá er ég að nota rakvélablað til þess að fá réttan halla á hausinn. Fleira held ég að sé ekki í bili varðandi verkfærin og ég bara býð þá til annað myndband en endilega hendi like á vídeoið og gerist áskrifundur á rásinu og hjálpaðu okkur að stækka þannig, þá getum við gert meira. Takk fyrir og við sjáumst á skjánum í vetur.